Góða kvöldi og velkomin í þáttinn Sósíalísk stjórnarandstaða. Gestir þáttarins eru félagar frá Akranesi, Valdimar Andersen Artúrsson, frístundabóndi og Jón Þórir Guðmundsson, garðyrkjufræðingur. Í þættinum ætlum við að kynnast félögum á Vesturlandi, kjördæminu og hverjar þeirra áherslur eru fyrir þeirra sveitafélag og kjördæmið. Þannig, Valdimar, ef þú myndir byrja svona að kynna þig. Já, ég heiti Valdimar Artúrsson og er nú búinn að koma að flokknu nokkuð snemma og hef svona sinnt kannski úr fjarlægð svolítið, tekið þátt í, ég lenti í slæmbúrtæki og tók þátt í því að málefnavinnu svona framan af sko. Svo hef maður bara svona fylgst með svolítið úr fjarska en þó erum við konum með svona nokkuð reglulega fundið upp á Akranesi einu sinni í viku og þriðjudögum klukkan 5 og reynir svona að halda því nokkuð reglulega eins og við getum sko, eftir hvernig stendur á hjá fólki og mönnum. Þannig að það er svona það sem við erum að gera. Svo þetta sækir maður, ég var nú til dæmis að ganga núna í þessa sósíalísku umhverfi sinna. Langar að sinna því svona, það er aldrei mitt hjartasmál sko. Já. Þannig að já, það er svona í grunninn eins og ég kem að þessu hér. En annars bara, já, tekum maður þátt og lautum vonandi gott að sér leiða. Já, en þú, Jón Þórir? Já, ég er stoltur stofnfélagi, sko. Já. Og búinn að vera í flokknum alveg frá því að hann er stofnaður, þó ég hef kannski ekki tekið neitt mikinn þátt. Ég hef alltaf reynd að mæta á fundi hjá okkur á Skaganum og halda svona því starfi gangandi og þrýst á valda svona líka með það að hafa reglulega fundi. Ég held að sé svolítið mikilvægt að það sé svona einhver ryþmi í starfinu. Það sé ekki fundir bara eftir atvikum, heldur að menn sé að hittast reglulega, helst vikulega finnst mér og svo bara mæta menn eftir atvikum. Þannig að ég er búinn að vera núna í nokkuð mörg ár en kannski ekkert verið mjög virkur. Ég hef svona mörgum hnöppum að hneppa í svona prívatlífinu og vinnu og öðru slíku, þannig að ég hef svona mismikinn tíma til þess að taka þátt og vera virkur en reyna að vera svona eins lifandi og virkur og ég hef tíma og getu til hverju sinni. Já. Er það hittast í heimahúsi eða kaffihúsi? Já, ég reyndi að byrja á því sko, hittast bara heim hjá mér lengi framan af sko. Af því að það var nýttar sko, kaffihúsa var að fara á hausinn og svo lokaði hinn og þessi sko. Þannig að við vorum svolítið á rakhólum í tíma en voru ekki reknir út af einu stað? Jú, svo voru ekkert alveg það. Þannig að, já. En svo er komið þetta fína kaffihús upp á Skaga, Vitinn, eða Lighthouse á ensku, sem kalla sig. Og það hittust við á 3:05 reglulega sko. Já. Þannig og það er svona aðeins farið að bætast við svona tínast inn svona fólk skilur pínu að fjölga svona í rólegheitunum sko. Góðir hluti gerast hægt eins og sagt er. En við höldum þess áfram. Já. Þetta hefur í sjálfum sér verið á svona frekar frjálslegu formi. Þetta er nú meiri svona spjallfundir heldur en að það sé stíf fundarstjórn eða eitthvað þess áttar. Meira bara svona þjappa fólki saman og fá menn til að hittast og kannski krefja helstu mál svona líðandi stundar í samfélaginu og pólitíkinni. Já. Það er svona kannski byrjunin en það svo höfum og áhuga kannski á að koma svo fastara form og fá fleiri félaga og annað slíkt. Ég meina að hittast með sósíalistum er alltaf rosalega gaman og líka bara svona þjappa sér saman og og þetta skapar líka tengsli sjálfs að hinga suður sko, alltaf einhverjir sem eru á ferðinni og hafa fréttir og eitthvað til að deila með hópnum sko. Þetta er fínn vettvangur og bara höldum honum áfram, alveg klárt. Vonandi tekst að vera fjölga bara. Já, það er náttúrulega mjög gaman að því sko. En nú, þetta er nokkuð stórt kjördæmi. Ég veit samt ekki hvort að... Það er alveg hræðilega stórt. Já, þú veist, ég veit að Suðurkjördæmi er svona víðfeimasta kjördæmið. Já. En líka bara kannski svolítið... Langt síðan ég fór Vestfirðina en svona, þetta er samt mjög svona,
hvað maður að segja, mikið að fara fjallvegi og svona erfiða samgöngur á milli. Það er ekki mikil tenging innan kjördæmisins, satt að segja, sko. Nei. Oft á tíðum, sko, þannig að, já, það er svona umræða sjálfsög út af fyrir sig bara, Já, hversu stór og hvernig kjördæmin eiga að vera, sko, sem já, er verið að vinna með. já, En svo náttúrulega eru þetta, það er eitthvað starf á Ísafirði og það er eitthvað fólk á Stykkishólmi og svona, þannig að það eru þetta alltaf einhver hreyfing innan líka, já, þó svo við fréttum minna af því, sko, já. sem betur fyrr. Svo jafnvel er líka bara svona ólíkir hagsmunir eftir hvað þú býrði í kjördæminu, sko. Það er ekki, kannski fyrir ekki alltaf alveg sama. Já, það var náttúrulega Guðmundur sagði sem var ræstur á okkar lista, sko, að hann var, sko, að fara í Ísafjörð að tala við laxeldisbændur, sko, og svo fór hann í, miðferðin einhverstaðar, sko, og talaði sko, viltanlags, sko, Já, við þá bændur þar, sko. já, Þannig að, og, þú veist, þetta er þetta alveg sikkur hagsmunir þar, sko. já, Þannig algjörlega. að, þú veist, það er ekkit, getur flókið að ná því saman. Já, mjög svo. En þú veist, ég var að tella þetta eru sko 26 sveitafélög sem er nú bara alveg rosalega mikið, sko. En ég veit svo mikið hvernig er í öðrum kjördæmum, en já, þetta er mikið, sko. Hverjir eru samt svona helstu atvinnuveginir? Er það aðalega... Sko það Álfur. fer svolítið eftir því á hvaða svæði þú ert. Það er náttúrulega sjávarútvegur á Vestfjörðum. Það er landbúnaður í Borgarfirði og það er stóriðja á Akranesi. Ég myndi svona, ég ætti að súmera þetta í eitthvað svoleiðis. Já, Við vorum náttúrulega með mikla útgerð á Akranesi fyrir einhverjum áratugum en það er nánast ekkert í dag, sko. nei, Þannig að það er Grundartangis, það sem er stóriðja. Þar eru rúm 1000 störf. Þannig að það er gríðarlega fjöldi sem er þar. Svo erum við með svolítið af fyrirtækjum á Akranesi, sko, tengt sjávarútvegi, þá fullvinnslu fyrirtæki og þess áttar. Nú svo í Borgarfirðinum er náttúrulega landbúnaður og túrismi og fleira slíkt. Þannig að þetta er svolítið svona breytilegt eftir því í hvaða sveit á svæðinu þú ert, hverjir hagsmunirnir eru og hvað er í gangi á hverjum stað. Sjávarútur og Snæfellsnesi? Já, nánast allt gengur út á það. Já. já, Og svona, kannski svona gamaldags sjávarútvegur þar, það er svona minni fyrirtæki og fjölskyldufyrirtæki. Smá bátar? Já, og smærri bátar, sko, ekki svona útgerðar risar kannski eins og við þekkjum í Vestmannaeyjum og Dalvík og víða. það er bara samt stutt síðan að það gerðist eitthvað að Akureyri sem var hægt að landa þangað. Nei, það var sko gamalgrófu fyrirtæki sem að hét HBK sem að Grandi keypti á sínu tíma og flutti síðan bara í heilu lagi á Vopnafjörð. Já, kvótinn fór bæði til Reykjavíkur og austur, sko. Já, og kvótinn, já. Grandi Reykjavík, sko. Grandi hirti eitthvað og restin fór á Vopnafjörði og þannig að húsin standa auð í dag og höfnin líka. Þetta voru 1000 tonna, sko, sem fór hann í gegn áður, sko. Stór útgerðir á Akranesi sem að Haraldur Böðarsson, allt varið. Þetta er rosa högg fyrir mig, bara vá, sko. Já. Þannig að... HB breytti skrifstofur. Já, þetta skuli bara vera leifilegt, eiginlega bara svona svifta fótónum undir sveitafélaginu bara í einu bretti. Og mörg dæmi þess maður. Já. Vestfirðir hafa farið mjög illa út úr þessu kvótakerfi. Já. Og þá er svo sem alveg eðlilegt að þeir leita á öðrum tækifærum sem eru svo, já. Já, svo er þetta 3X þarna, sko, sem að ekkert væntalega, en náttúrulega vex upp úr þessari fiskvinnslu og þessum tækjum og tæknibúnaði, sko, sem 3X framlegir í dag. Og það er fóð nú í þrótum tíma, en búið að reisa það aftur á legg, sko. Já. Rosalega flott fyrirtæki, mikið af tæknistörfum og góðum störfum, sko. Þannig að það er allt komið í gang sem betur fyrir. Að því í síðustu kosningum þá var náttúrulega mjög mikið verið að tala þetta sjókvíaeldi. Ég meina, eru allir í norðvestu kjördæmi sammála því eða er þetta bara svona skiptist fólk í fylkingar eða hvernig gengur?
Ég held að við skiptumst í fylkingar ef ég á að tala fyrir mína parta, sko. Ég held að sé rosalega, þetta sé geysilega umdeilt, sko. Já. Og já, og bara fyrir mína persónulegu skoðun að þá þetta sóðaskapur. Gengi bara illa á náttúru landsins fyrir því. Já. En við ráðum ekkert við það. Það er búið að koma þessu fyrir þarna. Já. Hvað svo sem verður, sko. Það er einhver lög á leiðinu núna með einhver umgjörð þetta lóksins, sko, skilsmanni. Já. Hvernig svo það gengur, ég veit það ekki. Já. En mér er stannbla á Austfjörðum er tala mjög hátt þetta og mikið meiri hluti á móti þessu, en mér finnst einhvern veginn vera meira þögn á Vestfjörðunum og kannski meira bara svona samþykki. Ég held að Vestfirðingar séu margir hverjir mjög ánægðir með þetta. Þetta er náttúrulega lyftistöng fyrir atvinnulífi á svæðinu og þannig að það er eðlilegt að fólk svona styðji þetta og menn fái ný tækifæri þar sem að fólk getur selt húsin sín og allavega, sko. Já, það er bara mjög skiljanlegt, sko. Já, þetta er svona hálfgerð örvænting bara. Já. Komið bara með eitthvað. Já, svolítið, sko. Já. Það er allavega ekki sprottið, sko, á staðinu svona einhver uppbygging, sko, eins og fólk vil hafa það sjálft, sko. Kemur þetta að. Já. Þetta er aðkipt. Já. En sáum við mitt þarna fyrir kosningarna myndirna hvað hét Árna Deyja. Ja, þú veist. Og þetta er náttúrulega mjög grátlegt ef við ætlum að fara að endurtaka þennan leik hér, sko. Já, en við höfum dæmi til að varast, sko. Já. Fleiri ár bara dauðar í Noregi. Já, en við Íslendingar lærum aldrei að reynslu annara. Við þurfum alltaf að prófa þetta líka sjálf, sko. Já. Finnst það einhvern veginn vera svolítið svona, já. Það þá kannski vonandi að þetta færist þá með tímanum meira upp á land og verði þá kannski ekki eins umdeilt og meiri sátt um það. Já. Það ég allavega svona vonast til þess að það verði þróunin, sko. Já. Já, það er þannig að byrja hérna Suðurlandi náttúrulega, í Þorlákshöfn og hvað það er, sko. Þannig að þetta er hægt. Já, það er hægt, sko. En einmitt, ég held að séu 2 svona bleikjueldi í Skaftárhreppi sem er svona land og er bara mjög fínt, sko. Og það er ekki verið að eyðileggja náttúrunni með því, sko. Það er búið að vera lengi, sko, ræktun á bleikju og Arctic Char. En svona fyrir ykkar parta, hvað finnst ykkur svona brenna mest á ykkar sveitafélagi? Hvað finnst ykkur þurfa að gera betur eða minnka eða bara hvernig sem þið sjá þetta? Já, mér finnst nú til dæmis að það mætti styrkja útgerðin aftur og fá einhverja fiskvinnslu útgerða á svæði því við erum í grunninn svona útgerðabær. Þannig að mér persónulega hefur fundist það svona hálfdapurleg þróun, sko. Og ég hef aldrei verið sjómaður sjálfur og það er svona það sem mér dettur kannski helst í hug og líka ef við viljum hugsanlega fá meiri ferðamenn eða túrisma því við erum aðeins útur, sko, Akranes er útur hringveginum, þannig að það villist svona einn og einn túristi til okkar ef að menn vilja byggja á þeirri atvinnugrein sem að kannski er ágætt með öðru í sjálfum sér, en við erum til þessum ekki með hótel þar. Það er eiginlega ekki hægt að fá gisting á staðnum ef þið dytti í huga að fara á Akranes. Þannig að það vantar eitthvað svoleiðis, sko, upp á kannski að fjölga tækifærum í atvinnustarfsemi. Já. Ég myndi nú segja að svona frambóð á íbúðarhúsnæði sé þokkalegt, sko, það er kannski ekki endilega vandamál í dag eins og sumstaðar. Það er náttúrulega bara vinnumarkaður, sko, höfuðborgarsvæðisins sem býr þarna alltaf stórum hluta, sko. Það er ekki 700-800 mann sem keyrir í bæinn og hverjum degi held ég í vinnu, sko, frá Skaganum, sko. Þetta er rosalegt. Þannig að þú veist, þetta er bara svefnbær að hluta, sko. Já. Þannig að það gæti hugsanlega fyrir ekki breyst eitthvað aðeins með ef það kæmi til dæmis fleiri túristar og það væri svona meiri umferð svæði, sko, menn kæmi ekki bara heim til að sofa, sko, þetta væri svona eitthvað líf á staðnum, sko. Það er til dæmis eilíða vandamál að halda uppi einu kaffihúsi.
Já. í 10.000 manna hátíð, 10.000 manna Já, bæ, eða já, hvað þetta já. er, milli 8-9.000 held ég. Já, þjónusta þrýst ekkert þú að vel hérna. Nei, ekki ef allir keyra í bæinn og Já. koma svo bara heim til að sofa, þá er Já. ekki mikið þjónusta sem Nei. þetta er að veita. Nei. Þannig að má eiginlega segja kannski að Hvalfjarðargöngin þó þau séu góða, þá að vegurinn liggi ekki gegnum Akranesbæ eða þarna rétt fyrir utan að það hefur kannski gert ykkur svolítið grikk varðandi með að fá ferðamannin eða? Já, þeir tóku allt með sér sko í gegnum göngin og í Já. bæinn sko. Já, Þannig, já, það fór svo mikið á sama tíma og leið eiginlega. já, Þessi atvinnuuppbygging sem var þarna og þessi blómlega fiskvinnsla sem að já. var búin að vera svo í mörg ár. Mm. Ég hef ekki séð atvinnustefnu Akranesbæjar sko. Nei, ég þekki hana nú svo sem ekki heldur sko. Nei. Menn hafa verið mikið að horfa til Grundartanga að auka starfsemina þar og hún er það svo sem það eru mörg fyrirtæki á Grundartanga, það er ekki bara semst álverið, það er jáblendi og alls konar vélsmiður og líflandir þarna með starfsemi og fleira sko. Kannski Kornax kemur hérna. Já, kannski förum við að mala hveiti, hver veit. Já. Ég ber það von í brjósti. Já, ég meina, þeir fá leyfi, sá hún. Já, það er komið. Já, Hanna Katrín sagði hérna, báði hann að sækjum aftur. Já, svona ég líka verið að hugsa að þú veist að því að nú hver maður ekkert Hvalfjörðin eins og ofta maður gerir, ég fór síðasta sumar í fyrsta skipti ykkur áratugi sko. Þú veist að hérna, það að því það fer svo lítið umferðarni í gegn, það náttúrulega býður upp á svona þá alls konar vegsmiður, eða það ekki svolítið sem að gerðist. Já, þeir kusu allan að setja þarna niður, ég veit svo mikið á hverju sko. En já, þetta eru svaka vikið versmiðu hverfi sko, þarna í Grundartanganum, Já, svona grófur iðnaður sko. já. Þannig að hérna, ef menn vilja það, þá er það þarna. Mér finnst þetta rosalegt lítið, sko. Ég bara tala bara fyrir mig, sko. Ég er náttúrulega býð ekki þarna, en já, mér finnst þetta alveg óbúslegt lítið að sjá þetta þarna, sko. Já, það voru einhverjir hrossa hérna ræktendur hérna í grendinni sem að voru í áralöngum, sko, einhverjum málaferlum út af, sko, mengun frá, sögðu að álverið, sko, hefði mengað fyrir hrossunum og svo kom náttúrulega engin niðurstaða í það, ég veit það ekki. Nei. Þannig að þú veist, þetta fer ekkert endilega saman alltaf. Nei, bara alls ekki, sko. En ég er náttúrulega líka mikil umhverfisinni og mér finn þetta sværi mann, sko, að sjá þetta og finn bara, já, en einhvern veginn er umhverfi virðist vera einskins virði við hliðin á peningunum, sko. Það Það er þannig. er einhvern veginn þannig, sko. Já, menn fagna svo sem oft nýjum störfum sko, þó að fylgið þeim ljótu vegsmiða sko. Já. Þannig að það þarf ykkur tækifæri eins og gengur. Buddan telur alltaf, sko. Buddan telur. Já, ég minn líka verið svona hugsa mikið eins og Vestfirðina sem eru svona örvæntingafullir að þeim er alveg sama hvers konar sóðaskapur kemur til þeirra, það er bara hérna, og þá er ég að meina umhverfið, að hérna, að því bara auðvitað vill fólk halda öllu sínu í byggð, skilur við, þannig að þú veist, og þeir, húsum sínum og öllu. ég er svona að reyna að setja mig í þessi spor að þá kannski hugsa maður bara, já, ok, ég bara, ef þetta heldur byggðinni, að þá er ég til í þetta, þú veist. Þannig að, þú veist, ég bara svona oft hugsa bara hvað er hægt að gera, koma þá bara með svona einhverja nýja hugsun, þú veist, hvernig væri hægt að tryggja ferðamanninn eða tryggja betur raforku, öryggi og annað, þú veist, þess að ít undir öðrisi störf, þú veist, meiri þjónustu, þú veist, bara... Þetta er oft í hug, sko, í svona umræðu allri, hérna, þessi umræðu sko sameignarfélögin almennt, að eins og hagfræðingur stilti upp, sko, ef þú ert með, sko, risafyrirtæki, þá er bara stjórn, sko, nokkri kalla sér ráða öllu, sko. Í sameignarfélagi þá getur þið skipt valdinu, sko. Og þú myndir aldrei taka sömu ákvarðanir, sko, í sameignarfélagi, sko, að flytja það til Kína hugsanlega til að spara vinnukostnaði eða hvað það er, skilur að meðan að hinn almenni starfsmaður hefur eitthvað að segja, já. Að þá hlúum við að þessu á staðinum, sko. Já, einmitt. Og við hefðum aldrei, sko, endilega valið þetta er ég ekkert vissum, sko, ef við hefðum verið að velja sjálf, sko.
Nei, mitt. Þannig að þetta er svolítið svona skaffað eða einhverju kapitalistar sem kom með þetta og hellur sig yfir okkur. Já, Það er svolítið þannig. já. Sko, að því nú eru Vestfirðirnir, þetta er ægifagrir, þú veist, Segðu. þetta er stórkostlegt landslag og bara stórkostlega staður og þess vegna finnst manni þetta líka bara svo grátlegt, þú veist. Þarna geta verið bara blómstrandi ferðamannaiðnaður. Það ætti að vera svo rosalega mikið að tækifærum þarna en svo einhvern veginn finnst manni þetta svæði vera bara svolítið glemt, einhvern veginn. Ég meina, kvótinn bara Já, hvarf, já, menn fengi ekki að veiða fisk lengur, sko. já, bara mjög, Á besta staði í heimi, sko, að veiða Já. fisk. Já, Örstuð að fara. Nei, það var lokað. svo bara komnar einhver á sjókvíjar sem ég veist bara, Já, ég hef ekki séð þetta á Vestfjörðum, ég sé þetta á Austurlandi og þetta er mikið lítið fyrir mér, það sko. er það, já. Þetta er svona, já, það er ýmsa huga og ég er svona, kannski oft er að kalla eftir svona einhverjum nýjum hugmyndum og fólk þorir svolítið að hugsa út fyrir bóksið, þá er ég að tala um fólk sem að segist ráða hérna, skilur, og hérna er að bjóða upp á alls konar möguleika. Þetta er mjög svona eitthvað svona kassalagað og með ekki tekna út fyrir kassan, sko. Ég sko, mér er alltaf fundist mjög einkennilegt gegnum tíðina að það er eins og megi ekki sko búa til atvinnustefnu í landinu. Það er eins og sé engin atvinnustefnu, sko. Nei, Og hérna, þetta er bara svona slæst á okkur svona eftir því hvað einhverjum fáum köllum dettur í hug, sko. já, En staðið fyrir að mynda sér einhverja svona stefnu það að við viljum vinna á sjálfbæran hátt að einhverjum atvinnutækifærum. já, Og þau eru svo fjölmörg, sko, að við þurfum að henda mörg burtu að það kemur eitthvað mengun inn, sko. já, Þannig að ég vil sjá helstað atvinnustefnu fyrir landið. Takk fyrir pantana hér með. já, sammála því. En það er eins og maður ég aldrei, nei, það er ekki bara fengist að setja það fram. Á hverju veit ég ekki. Svo vantar líka byggðarstefnu. Líka. Svo náttúrulega landbúnaðurinn eins og hann er ekki rosalega mikið að deyja á Vestfjörðum. Fækkar sífellt búum þar eða ekki. Já, alltaf. Jú, Sauðfénu fækkar náttúrulega. já, það er sko, náttúrulega mjólkubúum hefur fækkað og sláturhúsum og Já, öðru slíku og það sem eru fáir í sveita þá er erfitt að jafnvel að smala og annað slíkt, sko. Já. Það er mitt, sko. Þannig að þetta verður svona flóknar og flóknar eftir því sem eru færri. Og á sínu tíma var til dæmis mjög stórt og öflugt sláturhús í Borgarbyggð, flott mjólkursamlag, það er hvort það ekki að farið, sko. já, Og nú erum við að flytja gripi til sláturinnar þvert yfir landi nánast og mjólkubúum að fækka, þannig að það svona já, það einhvern megin hefur alltaf neikvæð áhrif á, sko, landbúnaða héraði ef úrvinnslan er farin langt í burtu. já, Þannig að hérna. Trukkarnir með lömbin mæta, sko, lagsinum á leiðinu suður. Já, akkurat. En svo er nú reyndar, sko, líka í Borgarfirði í innsveitunum til dæmis svolítið mikil ylrækt, sko. Hún er líka þarna í kringum Reykholt og Varmaland og þar, þannig að það er nú svona, ég er ýmis tækifæri og ýmis starfsemi en samt svona ekki kannski nógu öflug eins og öflug hún gæti verið, sko. já, Nei, þá komum við líka eftir að sko orkumálunum og hvað það er ekki ennþá búið að semja við okkur með heimilinu og lítil fyrirtæki, sko, eða grænmetisrækt heldur, sko, rafmagn. nei, Setja eitthvað topp á það, sko, þannig að fólk geti haldið áfram að rækta grænmeti, sko, til dæmis. Þannig að það þarf alltaf að skapa þessum fyrirtækjum. Við viljum hafa matvæli öryggi á Íslandi, sko. já. Við viljum hafa getað malað hveiti sjálf og við viljum geta rækta gúrkuna og tómatana sjálf, sko. Ég hef myndi alltaf haldið að stefnan ætti að vera svo sjálfbærni og matvælaöryggi og svona, en mér finnst það ekki Maður sér það ekki í nein verki. áhersla á það, sko. Nei, Það sér það ekki í verki. en svona því þú varst að tala um fækkun sláturhúsa og hvað finnst ykkur um þetta? Þú veist, haldið þetta séu hagsmuni bænda að gera þetta svona? Nei, ég held að svona til lengri tíma litið séu það hagsmunir bænda að reyna að gera þetta meira heim í héraði frekar en að flytja allt
landshorna á milli, sko. Já. Ég held að það hljóti að vera. En þetta hefur verið stefnan að fækka og hagræða eins og það var kallað. Já, maður spyrir sér líka bara hver er líka dýravelferði Já. í þessu, sko. Og mér finnst þetta svona, þegar maður heyrir sem sagt forsvarsmenn bændarsamtakana, sláturhúsana, þú veist bara iðnaðinn í kringum bændur, þá blanda oft svolítið svona hagsmuni bænda saman við þeirra hagsmuni. En í rauninni að mínum mati, ég sem er starfað sem bóndi, ég get ekki séð þessir hagsmuni fara saman. Þú veist að því að með að fækka sláturhúsum sem mögulega sem ég hef heyrt alveg verið fleygt fram að verið bara eitt sláturhús á Íslandi. Þá er náttúrulega bara verið að setja bændur alveg undir hælinn á afurðastöðunum, sko. Það reyndar starfrækt í dag lítið einkarekið sláturhús í Borgarbyggð sem er búið að vera starfrækt í nokkur ár og gengur held ég bara svona þokkalega, sko. Ég veit ekki annað eftir því sem ég kemst næst. En svona þetta gamla sláturhús og öll starfsemi sem var í kringum það var náttúrulega bara stórveldi, sko, í sjálfum sér. Já. Þannig eru nokkar ræður að slátra kindum í dag. Já. Svo var líka bara á Kirkjubæjarklaustri var lítið sláturhús. Það var líka í Vík og fleiri stöðum. En þarna höfðu líka bara bændur auka starf fyrir sig í hverri sláturtíð, þá gátu þeir farið og fengi vinnu og svona, þannig að þú veist að gera þetta svona eins og það drepur svolítið niður líka atvinnulíf, sko. Ég held að þetta hafi verið bara svona heilmikil stemming sem hafi náð sko langt upp í sveitir á sínum tíma í kringum þetta allt. Já. Og þegar þetta er farið þá fer svolítið svona andinn úr greininni, sko. Já. Úr fæinu ef að þetta vantar sem þetta að svona klára dæmið, sko, að vinna úr afurðum og slátur á hana slíkt, sko. Já. Þannig að svona mannlífið allt í kringum þetta og svona stemmingin hún er alveg farin, sko. Já. Túristar í réttunum núna? Já, það er eitthvað svoleiðis. Og svo gengur illa líka orðið manna afréttirnar og þetta er bara svona. En ég fór fyrir nokkrum ára síðan, þá fór ég á strandirnar. Ég mitt þegar var verið að ég fór sérst með vinkonum minn og vorum að skoða, við erum í svona sérstakri ræktun og vorum að skoða hvort við fyndum fé þar sem við getum ræktað með okkar fé, sko. Og lentum akkurat þegar var verið smalamennska og þetta var mjög skemmtilegt og svona þau greinilega búa vel að, þú veist, börnir eru að koma úr bænum og ættingjar til þess að hjálpa þeim og svona, en til þess að það myndi ganga miklu betur þá þyrfti náttúrulega miklu meira fólk, þannig að þú veist, það er svona öll þessi stemning eins og þú segir, svolítið svona að hverfa og svo bara, ég veit ekki hvernig fólk sér þetta fyrir sér svona í framtíðinni, kannski bara þarf að hafa fé orðið á heimatúnum bara, af því það færst ekki fólki að smalda. Kannski er maður bara svona rómantískur eða ég veit ekki, en mér finnst það bara svona illa komið. Svo er kannski bara rómantík ekkert slæmi út í það farið, sko. Nei. Já, sko, ég ætlaði að segja það, sko, það máli taka atvinnustefnu byggða líka á þessu, sko. Já. Hún þarf ekkert endilega byggjast á því að þú græði 10 milljónir, sko. Nei. Heldur að þú þetta skapaði bara þitt umhverfi og þinn raunveruleika sem þú nýtur og vilt hafa í kringu því, sko. Já. Ég meina, ég væri til í að vera trilluð þó ég myndi ekki græða mikið á því, sko. Skilur, bara búa þér til þann umhverfi sem þú kærið og vilt. Já. Heilbrigt og gott umhverfi, sko. Svo líka bara spyrja mig líka þessu með hver er hagur bænda því að vera með risastór bú? Akkuru, það er náttúrulega eitthvað svona ákveðin stefna og eru svona, já, eins og í samningunum, bara þá er svona hvati til að verða með risastór bú. Þú veist, þetta er náttúrulega líka, landsbyggðin deyr líka þessu. Já, búin verða stór og hlutafélög munu sanga þeim að sér á komandi árum, sko, því að venjulegt fólk hefur ekki ráða á fjárfesta í svoleiðis búum. Nei. Þannig að þá verður þetta bara komið í hendur
stærri fyrirtæki, ætla sjávarútvegsfyrirtæki verði ekki búin að heyra þetta Kaupa og þetta annað líka. eftir svona 20 ár. Ég geti Svo trúið bara því. starfsfólk. Og það er þegar byrjað, sko, þannig Já. að svo þróun og hún er bara að halda áfram. Þannig að þetta verða fáin hlutafélög eftir 20 ár. Já, Eins og stefnan er í dag, sko. já. Svo líka ef maður skoðar þetta út frá að því við erum áhugamennum umhverfið, sko, umhverfismálin, þá náttúrulega ef maður skoðar þetta líka frá umhverfismálum, þá hljóta litlu búin að vera miklu betri fyrir umhverfið heldur en þessi ristóru bú. Það er bara, en þarna komum við aftur inn á hugsunahættin. Hlutin er aldrei hugsaðar í heildinni. Þú veist, hverjir eru afleiðingarnar ef þetta verður svona? Þú veist, það vantar alveg inn í þegar fólk er að hugsa eitthvað svona. Stefna, atvinnustefna Já. og stefna fyrir landbúnað. Já. Og byggðastefna og svona, Byggðastefna, já. Þú veist, viljum við að það verður bara ekkert búið í helminginu á landinu af því að við erum búin að drepa allt svona niður, eða þú veist. Nei, þetta er bara svona pælingar, sko. Já. En svona, hver eru svona stæðstu málin í ykkar sveitafélagi og kannski kjördæmi, þú veist, er þetta eitthvað svona sem að reglulega sprett upp í fjölmiðlum, þú veist, íbúalýðræðið, þú veist, bara... Það er nú voðalega góður fríður hann á Akranesi finnst manni, sko, þannig, sko, það er ekki mikil hasar í bæjarpólitíkinni, hefur mér sýnst, það er rétt metið hjá mér. Það er svona allur gangur á því, held ég, skipulagsmál kom alltaf upp öðru hvoru, sko. Já, Og eru eilíft þrætu epli já, eins og gengur, en við höfum verið með það núna, sko, í bæjarpólitíkinni, þá erum við bara með 3 flokka og við höfum bara haft 3 flokka úr að velja núna í 2 síðustu kosningum, sem er Samfylking, Framsókn og Sjálfstæðisflokkur. Spennandi val. Ekkert spes úr val, sko. Það er búið því að VG hefur ekki búið núna fram 2 svar og ekki Píratar eða Viðreisn heldur, þannig að það hafa verið þessi 3 flokkar og þeir eru í bæjarstjórn. Meiri hluti er sem sagt Sjálfstæðisflokkur og Samfylking. Nú þetta gengur nú bara eitthvað með svona sínu annað gang, held ég. Er þá sjálfstæðismenn í minni hlutanum núna? Nei, þeir eru meiri hluta með Samfylkingu og að Framsókn sem er í minni hluta. Já. Eftir síðustu kosningar, en fyrir síðustu kosningar var Samfylking og Framsókn í meiri hluta. Já. Það breyttist sem svona þarna samsetningi meiri hluta. Framsókn tapaði víða. Hvað eru þetta margir bæjarfulltrúar? Eru við ekki 7, held ég? 7. Já. Ég meina það. Ég held að. En þetta er samt alveg nógu stórt sveitafélag til þess að þola flokkapólitík. Verður ekki þessi bæjarpólitík alltaf svona tengd persónum, sko, svolítið. Já. Auðvitað, auðvitað alltaf koma flokkandir að baki fólki, sko, já. En það er nú, sko, það eru svo mörg mál sem hægt er eða öll heldur, ekki svo mörg mál, endalaus mál sem hægt er að fjallum í bæjarpólitíkinni, sko. Það þarf að laga þannig veg að byggja þetta hús eða stækka íþróttahúsi eða whatever skilur sem er í gangi á hverjum tíma en hérna þannig að mér hefur alltaf fundist þessi stjórnmála nálgun á bæjarpólitíkina dálítið svona skrítin oft á tíðum, sko. Já. En hún er bara leið til valda þetta, gegnum flokkana. Nei, flokkapólitík nefnilega getur verið algjört eitur í litlum sveitafélögum, sko. Þannig að það er frekar að fólk komi saman og sameinist málefnin, sko. Já. En ég hef ekki kynnt mér þetta nákvæmlega þarna hvernig þeim gengur í bæjarstjórninni. Nei. En haldið að myndi eitthvað breytast ef að sósíalistar eruðu í bæjarpólitíkinu á Akranesi? Já, ef ekki reyna með því. Eða við myndum allan að vilja. En það er eins og ég segir, sko, ekki nema kannski, ég segi bara aftur varðandi, sko, atvinnustefnu. Það hlýtur að mega líka, sko, móta atvinnustefnu innan bæjarfélaga, sko, eða innan minni kjarna, sko. Algjörlega. Og ég hefði áhuga því að skapa umræðu það á Skaganum, sko. Já. Hvað viljum við vera að gera?
fyrir okkur sjálf. Já. Og að því að við höfum náttúrulega öll tækifæri í heiminum ef við kærum það, sko. En en það var skellt niður þessum risaverksmiðjum, sko. Og við sittum með þær. Þannig að já, ég hefði áhuga því að svona framtíðar atvinnustefna væri ofar á dagskrá. Já. En svo má nú ýmislegt laga inn í bænum að göturnar dálítið þreyttar stundar. Þannig að viðhald hefur orðið vantað, sko. Já, ég búið hérna í mitt síðasta sumar, já, þetta var svona, já. En svo sko, náttúrulega einhver mörk þar sem að ríki sér og svo sveitafélagi. Jú, það eru þjóðbrautir í gegnum bæinn, sko. Já. En það má mikið bæta. Já. Hvað sér þú fyrir þér? Með þá... Hvað sósíalista getur breytt í sveitafélaginu? Já, ég svo sem ekki með kannski einhverja sérstaka sýn á það í sjálfum sér, sko. Það er nú ýmislegt þetta að gera og eins og ég nefndi áðan, ég myndi vilja sjá okkur finna einhverja leið til þess að auka sem sagt útgerð eða sjávarútveg og mér finnst alveg að bærin geti sko hlýðra til eða tekið þátt í einhverju svoleiðis þó að það þykir kannski ekki inn í svona efnahagsstefnunni í dag að sveitarfélög skiptu sér af atvinnulífi en menn geta svona hlýðra til og liðkað fyrir verkefnum og bærin hefur eitthvað beitt sér fyrir því að fá sem sagt svona leigufélög, byggingafélög inn í bæinn. Ég held að það komi bara mjög vel út, ég veit ekki annað. Það er, já, og fleira, til dæmis hafa málefni fatlaðra verið í miklu ólestri, sérstaklega hvað varðar atvinnu. Það er búið að vera hörmungar ástand í því og mikil svona átök það og bærin staði sig afar illa í þeim málaflokki að mínum mati. Þannig að það er svona ýmislegt sem hægt að gera betur í svona samtali við íbúa, sko. Já. Þá greinilega verður alveg nóg að gera í þessu málaflokki þegar samningur Sameinuðu þjóðunum réttindi fatlað fólk verður lögfestur og þá náttúrulega þurfa sveitafélögin aldeilis að fara að gera þessi í brók, sko. Já, þetta er mikill málaflokkur í sjálfum sér og mikið sem að þetta snerti marga og er mikil svona, já, mikil starfsemi í kringum þetta. Já. Og við höfum bærin hefur staðið sér svona þokkalega held ég með sko svona mestuleyti með húsnæði fyrir sko, en þetta er líka svona ákveðna stefnubreitingar í hvernig á að vinna þennan málaflokk með til búsetu, sko. Já. En ég held að það sé nú svona í sæmilegu farvegi með margt annað, sko, hjá okkur. En hvernig er svona önnur velferðarmál sem að málefni aldraðra, barna, skólaþjónustu? Já, sko, málefni aldraðra er náttúrulega allstar í algjörum ólestri, sérstaklega með til sko dvalar- eða hjúkrunarheimila. Já. En ég held að ríkisstjórnin sé nú eitthvað að fara að reyna að setja eitthvað púst í það. En við erum með nokkuð öflugt dvalarheimili samt. Já, það er það. En það þurfti að stækka og gera meira því að það vantar svo mikið í þann málaflokk, sko. Og svo er stort og mikið sko húsarna við hliðina sem aldraðir geta líka. Já. Við hliðina bara dvalarheimilinu, sko. Þannig að þetta er svona kreðsa hérna í kring, sko. Já. Já, það vantar sannlega meiri plássu þetta eins og annars staðar. Já, sérstaklega held ég með sko hjúkrunarheimili. Það er náttúrulega alveg sérkapítuli út af fyrir sig, sko. Sem er búið að vera vanræktur í áraraðir og kosta það að aldraðir dvelja á sjúkrahúsum jafnvel dögum og vikum saman á þess að þurfa að vera það, sko. Sama þarna eins og annars staðar. Já. En við erum með sjúkrahús Akranesi sem er alveg sæmileg starfsemi í kringum, sko. Já, ég heyri það svona á spjallhófum á Facebook og það sé bara alveg ánægja með það sjúkrahús. Já, það held ég. Já, ég held að það sé bara nokkuð gott og... Við erum mjög ánægð með þetta. Góð þjónusta og öll þjónusta, sko, sem er nánast, sko.
En það að gera aðgerð þarna Já. og liðskipti og guðum þetta hvað sko sem að. Það er meir en mörg sveitafélög að hafa, sko. Já, við erum heppin með spítalan sko, klálega. Já. Við heppin með hann. En finnst ykkur ekki samt svolítið sérstakt eins og þú varst að segja að sveitafélög séu ekki mikið að skipta sér að atvinnustarfsemi eða hvað atvinnustarfsemi finnst ykkur ekki að því maður hefði haldið að hlutverk kjörinna fulltrúa í sveitafélög var að huga velferð samfélagsins og þú veist. Já. Ef að sveitafélagið eða fólki á staðnum hefði átt sko eitthvað hlut í Granda eða HBO þegar það var selt á sínum tíma, þá hefði það náttúrulega ekki verið flutt allt í bæin eða á Vopnafjörð sko. Já. Þannig að ég held að fólki á staðnum verði að hafa ítök í atvinnulífinu Já. og stjórna ferðinni en ekki ykkur bara peningakallar í Reykjavík eða Brussel sko. Nákvæmlega. Það sé bara vond pólitík og vond hagspeki. Já. Og all land helst. Já. En það verður næsta ári, 16. maí 2026, við erum kosið aftur til sveitastjórnarkosningunum. Eru þið í ykkar sellu svona eitthvað farin að ræða það og hvort þið hafi áhuga að reyna að bjóða eitthvað fram og hvaða málefni þið myndu þá berjast fyrir eða? Við ræðum ýmislegt og ég hef séð þetta að við eigum, séð fyrir mér að við eigum hann að 4 valkosti. Já. Það eins og oft var gert hérna árum áður að styðja bara einhvern annan framboð sem stendur okkur næst. Þetta var svona gert í gamla daga þar sem að Alþýðuflokkurinn og Sósíalistaflokkurinn voru báðir og annar átti kannski bara möguleika á að ná manni. Þá studdi hinn flokkurinn hann. Það er svona einn möguleikinn. Nú það að fara í samflot með öðrum flokkum af svona R-lista fyrir mynd. Já. Nú það að bjóða bara saman undir eigin nafni og svo kannski 4. valkosturinn það gerir ekki neitt. Við höfum rætt þetta aðeins en það ekki komið niðurstaða. Nei, en eitthvað í bóð að gera ekki neitt? Já, það alltaf valkostur að gera ekki neitt í sjálfum sér. Já. En það ekki góður kostur. Nei. Það gerist ekkert ef maður gerir ekkert. Ég held að það sé nokkuð ljóst. En það eru þessi hinnu kostir sem að það erfitt að koma inn manni fyrir lítið framboð. Já. Og mjög á brattan að sækja. Já. En ekki útiloka því að eins og ég nefndi áðan að VG og Píratar hafa ekki verið að bjóða fram og ekki Viðreisn heldur. Þannig að það gat þarna í hvað var það framboð sko. Já. En svo spurning líka hvort að þessi flokkar sem standa okkur næst eins og Píratar og VG og fólk þar hefði áhuga á að búa til svona einhvern R-lista flokk sem að væri þá kannski bara Akranesflokkurinn eða hvað það heitir eða framboðið. Já. Og þyrfti ekki endilega kannski að kenna við flokka heldur bara svona einhvern lista. Já. Einhvern bóstaf. Það er eitt möguleikin en við hendum þessu aðeins á milli okkar svona þegar við hittumst en það ekki búið að taka neina ákvörðun það. Nei, allt þetta skipulag og vinna sko. Ef af stað farið sko. Já. Þannig Já, það að setja fingra fyrir Sósíalistaflokks og Akranes. Það ekki spennandi tilhugsun? Það það. Já. Það það. Ef það fæst fólk af stað í þessa vinnu, sko. Þá, ég nú ekki að beint á því, sko, en þetta auðvitað vinna. Og við þurfum, sko, við þurfum þá fólk sem hefur aðstöðu og getur til þess, sko. Hvað það eru 7 bæjarfulltrúar þá þyrfti þið að fá 14 einstaklinga á listan til þess að geta boðið fram. Já. Þið hljóti nú að þekkja 14 einstaklinga sem eru til í að gera góða hluti og vinna. Þetta er smá vinna á bakveit. Já, það er það. Já. Þetta er bara hvatning frá mér til ykkar. Já, takk fyrir það. Það væri gaman að sjá okkur bjóða fram á svo flestu stöðum. Við hugsaum þetta alvarlega. Já, þetta er bara, svo náttúrulega bara höfum við náttúrulega hennan glæsilega borgarfulltrúa, hana Sönnu og svo hana Andreu og að gera stórkostlega hluti í borginni og það hægt að gera þetta á fleiri stöðum, sko. Já.
Ég held að stefnan okkar sé bara það góð og hugurinn okkar sé það góður að, þú veist, ef að vel er staðið að verkum að þá er þetta eitthvað sem höfðar til allra. Við eigum fullt erindi, sko, Já. er ekki það? Já, ég efast ekki það. Þetta er dálítið svona bara praktískt mál, bílítið, sko, líka. Já. Í sjálfum sér eigum við ekkert minna erindi heldur en Nei, alls ekki. Framsóknarflokkurinn eða Samfylkingin eða hvað þetta allt nú heitir í sjálfum sér, sko. Nei. Já, eða hvað þá, sjálfstæðar? Já, tala nú ekki um það, sko. Þannig að erindi er alveg til staðar, sko. Já, þetta er bara snýst að skoða þetta einhverju alvöru bara, sko. En já. En svona, er eitthvað svona sem að þið viljið bæta við bara umræðina? Ekki þannig held ég, þetta er bara gott að spjalla um þetta og svona opna hugan svolítið og og heyri þér og Já, við förum bara fíleldir eftir heim í hér að þetta ekki, Jón. Jú, ég myndi alltaf það. fullir augmyndum. Já, Svo bara hvetja fólk til þess að mæta á sellufundinu ykkar á. Já, við getum ekki svona, nefnt það að við... klukkan 5 á þriðjudögum. Já, 5. Allir að mæta í Lighthouse. Þeir sem hafa áhuga Já. og menn geta nú líka droppa við og svona kanna aðstæður á þess að tilheyra flokknum Já, bara kíkja. eða vera í honum, sko. Já, Bara spjalla, sko. Já, ég er hersilegt spjall Já. með kaffi. Já. Það er bara að gera, sko. Þetta er gott fólk sem mætir hann mjög reglulega. Já, Já, auðvitað þarf það að vaksa, damla. bara áfram sósíalistar, sko. Það er bara ekki dörri sér. Áfram í stríði. Já, en ég bara þá að þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Valdimar og Jón Þórir. Þetta búið að vera mjög gaman að spjalla við ykkur og bara takk innilega að mæta. Takk fyrir mig. já, takk fyrir mig.